Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg og ég ætla að sýna þér hérna hvernig kjarnasamruni verkar. Þá tökum við einhverja kjörnunga, atómkjarna og látum þá sameinast til að búa til stærri atómkjarna. Það er kjarnasamruni. Þetta er ekki það sama eins og kjarnaklofnun eins og til dæmis í úraníum. En það má segja að massi sérhvers stöðugs atómkjarna er minni en samanlagður massi kjarnungana sem að fóru í að byggja þennan atómkjarna. Og massatapið er svokölluð bindiorka sem er reiknuð út með jöfnu Einsteins, orka sama sem m sinni c í öðru. Og við getum kíkt hérna sem dæmi á það sem gerist í sólinni. Þar eru tveir venjulegir vetniskjarnar að sameinast og búa til tvívetniskjarna. Við gætum hugsað okkur að við tökum aðra tvo vetniskjarna til að búa til fleiri tvívetniskjarna og við göngum í gegnum þetta skref hérna með til dæmis heliumkjarna með 3 kjörnungum en lokaafurðin er samt þessi hérna, heliumkjarni með 4 kjörnungum sem búin er til úr 4 einföldum kjörnum. Massi heliumkjarnans er hins vegar minni heldur en samanlagður massi þessara 4 vetniskjarna sem að fóru í að búa hann til og massatapið verður þá þessi bindiorka. Taktu samt eftir að þó við köllum þessa kjarna hérna nöfnum sama að minna okkur á samsæturnar, þá taka rafeindir sem eru á brautum umhverfis kjarnan engan þátt í þessu kjarnahvarfi. Og við erum til dæmis hérna með samtals 2 rafeindir á brautum og aðrar 2 rafeindir á brautum hérna vetniskjarnana en þessar 4 rafeindir það skila sér ekki samt í að vera á brautum umhverfis heliumkjarnan og þó að við munum nota hérna í dæminu á eftir massa atómanna að meðtöldum massa rafeindana í kringum þá þurfum við bara að gæta þess að rafeindirnar séu jafn margar vinstra megin í kjarnahvarfinu eins og hægra megin. Við skulum kíkja hérna á það þegar að einn kjarni vetnisatóms sameinast nifteind og býr til tvívetniskjarna og orkan sem losnar kemur frá kjarnahvarfinu sem gammageisli. Og þá skulum við taka hérna að kjarnahvarfið gefur frá sér orku sem að kallast kúgildið. Og kúgildið, það er akkurat þessi orkulosun. Og í okkar dæmi þá myndum við nota svona að orkulosunin samkvæmt reglunni hans Einsteins sama sem m sinnum c í öðru, ljóshraðan í öðru veldi og massin er einfaldlega massatapið. Og við skulum taka hérna massatapið, segjum að við höfum kjarnana hér á vinstri hlið, tökum reyndar atómmassa þeirra og segjum massi vetnisatómsins með einum kjörnung er 1,007825 og massi
nifteindarinnar er 1,008665. Það er svolítið gaman að athuga að massi vetnisatómsins er minni þó að hann innihaldi róteind og nifteind, róteind og rafeind, heldur en massi nifteindarinnar. Og síðan drögum við frá hérna massan á hægri hlið og það er massi tvívetnisins 2,014082 og massi gammageislans hérna, hann er svo sem engin, en ég ætla samt að láta að koma fram hérna og ég man eftir því að hann er á hægri hliðinni. Og þegar við tökum massamismunin þá fáum við 0,0082 hérna 0,02408 og einingin á þessu er atómmassa einingar sem við táknum bara með venjulegu U. Og ef við tökum nú Q-gildið hérna, það er orkulosunin, Q-ið er þá sama sem þessi massi hérna 0,002408 U, margföldum það með kílógrammunum sem er í einu U, 6605 sinnum 10 í mínus 27. Og við margföldum þetta svo með ljósraða í öðru veldi, en af því að við erum nú að tala hérna um svona 4 til 5 markverða stafi, þá skulum við nú taka ljósraðan hérna með 5 markverðum stafum, 2,9979 sinnum 10 í 8. og það allt saman í öðru veldi. Í djúlum talið þá mun þessi útkoma vera 3,5936 sinnum 10 í mínus 13. djúl, en þó að þetta sé svo sem ágætis útkoma og gefur okkur þann djúlafjölda sem kemur út úr einu kjarnasamruna, þá er nú venjan að nota samt rafeindavolt hérna, svo við tökum þessa útkomu 3,5936 deilum með einu rafeindavolti, það er 1,6022 sinnum 10 í mínus 19. og út úr þessu fáum við að þetta eru 2,243 sinnum 10 í 7. rafeindavolt. Og þá erum við komið hérna með svona venjulegra svar og þetta gerum við svona það bil 2,24 mega rafeindavolt. Já, það má svo sem líka hugsa sér að við gætum munað að ein atómmassa eining, 1 U, það jafngildir 931,5 megarafeindavolti á ljóshraða hérna í öðru veldi. Þessi sé í öðru í nefnara skiptir samt ekki máli upp á annað heldur en að varðveita eininguna og að einingin er kílógramm út úr þessum. Þá gætum við svo sem tekið hérna að orkan sem að við erum að leita að hérna, Q-gildið í kjarnasamrununum, hann er þá jafnt og massatapið 0,02408 og margföldum það með þessari tölu hérna 931,5 mega rafeindavolti, og þegar þetta er komið hérna þá fáum við bara nákvæmlega sömu tölu 2,24 mega rafeindavolt. Þá skulum við kíkja á hitt sýnidæmið þar sem við erum að taka
2 tvívetniskjarna og sameina þá til að búa til 1 helíumkjarna. Nú þó að það skipti ekki máli hér að því að bindiorkan er gefin fyrir hvern kjörnung, þá skulum við samt tékka á rafeindunum. Við sjáum að 2 rafeindir eru á brautum vinstra megin og í helíunum er líka 2 rafeindir á brautum. En massi þeirra skiptir reyndar ekki máli, við höfum bindiorkuna. Og þá getum við sagt í þessu dæmi að Q-gildið, það er þessu orkulosun. Q-gildi sama sem orkulosun. En hérna myndum við þá segja að orkulosunin, hún sé þá orka myndefnanna mínus orka hvarfefnanna. En við þurfum reyndar að gera okkur grein fyrir því að þetta eru svo sem ekki myndefni og hvarfefni í skilningi venjulegs efnahvarfs, heldur er þetta bara kjörnungarnir, þetta er kjarnahvarf. En það er gefið að orka myndefnanna, vindiorkan við 7,1 megarafeindavolt á kjörnung, gildir fyrir alla 4 kjörnungana í helíuminu. Svo draugum við frá þessu orku hvarfefnanna, bindiorkuna, og þar erum við líka með samtals 4 kjörnunga sem hver sig hefur bindiorkuna 1,25 megarafeindavolt. Og þegar við leggjum þetta saman, 28,4 mínus 5, þá erum við komin með 23,4 megarafeindavolt sem losnar í þessu efnahvarfi. Og við gætum í sjálfu sér tekið þessi 23,4 megarafeindavolt til þess að reikna massatapið, og það er best að gera þá því við höfum plássið hérna og segjum bara massatapið er þá 23,4 megarafeindavolt deilt með 931,5 sem að gildi þá fyrir hvern, og útkoman 0,0. Reikna það hérna, 23,4, 931,5 og 2,512. Þetta er mikið massatap hérna. Og við munum að einingin á massatapinu í þessu tilfelli er atommassa einingar sem við táknum sem U. Nú kanntu nógu mikið til þess að æfa þig á þessum dæmum hér, og 2 af þeim munu koma lítið breytt í næsta örprófi samkvæmt áætlun. Gangi þér vel.